Viska til frelsis, 10. kafli. Hvert líf er einstakt. Ef sálin líkamnast hér á jörðinni mörg hundruð sinnum, hvernig má það vera að við upplifum hvert líf sem einstakt og munum ekkert úr fyrri lífum? Margir hafa þá trú að ekkert sé til fyrir fæðingu og ekkert taki við eftir dauðan. Þó svo að sálin hafi farið í gegnum dánaferlið ótal sinnum áður, þá getur einstaklingurinn hræðst dauðan. Öll sú reynsla og upplifanir sem sálin hefur gengið í gegnum í fyrri lífi eru til staðar í sálinni en að mestu óaðgengilegar. Ástæða þess er sú að í hverju lífi er sálin að fást við fyrirfram ákveðin verkefni og áskoranir sem eru ólík frá lífi til lífs og myndi öll vitneskja úr fyrri lífum trufla þroskaferli sálarinnar. Hér spilar persónuleikin inn í sem og tilfinningar. Því það er ætlunin að fólki muni sem minnst og helst ekkert úr fyrri lífum neð hvað tekur við eftir dauðan til að upplifunin og áskoranirnar séu sem áhrifamestar. Fóbía tengist reynslu fyrri lífa. Sá sem er lofthrællur hefur í fyrra lífi látist við fall af einhverju tagi. Ef verkefni og áskoranir sálarinnar eru að mestu fyrirfram ákveðin, hvers vegna er sálin þá að líkamnast? Það er mun áhrifameira að upplifa hlutin en að fræðast hann. Þegar þú upplifir verður það fyrst sannleikur. Þó svo að sálin hafi fyrirfram ákveðin verkefni er ekki sjálfgefið að henni takist að leysa úr þeim. Hún getur farið af sporinu og leiðst í aðrar áttir en ætlað var. Hér kemur hinn frjálsi vilji til sögunar. Sum verkefni geta tekið lengri tíma fyrir sálina að leysa úr og jafnvel mörg líf en sálin ræður sínum hraða í þroskaferlinu. Verkefnin eru miserfið og miskrefjandi. Sum líf geta verið afar átakanleg og erfið, líf sem eru full af áföllum og erfiðleikum af ýmsu tagi geta á stundum verið óbærileg fyrir einstaklingin á meðan önnur líf líða þægilega áfram á nokkru átaka. Sá sem stytti sér aldur er í raun að fresta því að takast á við verkefnið sem sálin tók að sér að leysa úr og þarf því að koma aftur til jarðarinnar og reyna aftur á nýjan leik. Það eru engar flýtileiðir í þroskaferlinu. Hver og einn þarf að ganga sína för og sína vegferð. Sálin fær alla þá aðstoð sem hún óskar sér en enginn getur gengið för annars.